Ég ætla að sýna ykkur hérna hvernig maður getur notað Word til þess að halda utan um heimildir og þegar maður og tilvitnanir og annað það sem maður að nota í ritgerðum. Og við förum bara eftir APA-kerfinu hér af því það það sem við erum að nota mest núna. En það ekkert mál að nota önnur kerfi ef fólk að nota þau eða kennarar vilja frekar að þið noti það heldur en APA-kerfið. Við þurfum að vera stödd í Word-skjali sem við erum að skrifa eða erum búin að skrifa. Og við notum þennan hnapp hérna sem heitir References. Smellum á hann og hér í miðjunni þá allt sem fjallar eða heldur utanum heimildir og hvernig maður á að setja inn tilvitnanir og allt þar fram eftir götunum. Hér stíllinn. Við ætlum að nota APA-stílinn en ef þið opnið þennan þá sjáið þið að hér hægt að velja Chicago, hér hægt að velja alls konar lista sem ég þekki ekkert til. Þannig að við ætlum að hafa það APA. Þannig það mjög mikilvægt að þetta hérna sé stillt á APA. Til þess að setja inn nýja heimild þá farið þið í Insert Citation. En til að fara í heimildir sem ég á þegar til og búin að safna mér upp að þá myndið þið fara í Manage Sources vegna þess að þar allar heimildirnar sem þið eru búin að nota. Hvert skjal sem þið með bara eins og ein grúpa af heimildum. Þannig að það sem ég set inn í þessu skjali sem ég að vinna í dag og geri svo heimildaskrána, þá það þær heimildir sem ég hef sett inn í skjalið. Þó að ég eigi fullt af öðrum heimildum sem ég hef ekki verið að nota í þessu skjali. Við ætlum að byrja á því að setja inn nýja heimild. Við förum í Insert Citation og veljum Add New Source, eða setjum inn nýja heimild. Þá þurfum við að velja hvernig heimild þetta? Þetta vefsíða? Þetta bókakafli? Þetta grein? Við ætlum að byrja á því að hafa þetta bók. Þá kemur að höfundi, sem náttúrulega aðalmáli, hver skrifaði. Ef þetta erlendur höfundur, þá fer hann í author eða höfundur. Ef þetta íslenskur höfundur, þá fer hann í corporate author og við sleppum author. Bara corporate author. Ástæðan fyrir þessu sú að ef ég nota author, að þá setur hún, eins og þið sjáu, bara hérna dæminu hérna fyrir neðan, þá kemur example, það Kramer James, hún setur eftirnafnið fyrst og síðan kemur fornafnið. Ef ég hins vegar nota corporate author, að þá setur hún hér eftir íslensku aðferðinni. Þannig að við getum sett hérna Anna Kristín Halldórs og hún myndi setja, eða Word myndi setja þá eftir því inn í tilvitnunarskrána. Við þurfum að setja hvað bókin heitir, hvenær hún var gefin út, í hvaða borg og hver gaf hana út. Og þetta allt upplýsingar sem verða að koma fram. Hér ég að setja inn bók eftir Ragnar Jónasson og hann íslenskur, þannig ég nota corporate author, Ragnar Jónasson, bókin heitir Drungi, hún gefin út 2016 í Reykjavík og það Veröld sem gefur hann út. Og þetta allt upplýsingar sem verða að koma fram. Síðan gerið þið OK og þá þessi heimild komin inn. Næst ætlum við að setja bók með tveimur íslenskum höfundum. Við ætlum að nota bókina Uppeldi, kennslubók fyrir framhaldsskóla og hún eftir Guðrúnu Friðgeirsdóttur og Margréti Jónsdóttur. Og það mjög mikilvægt að maður noti þetta og á milli. Ef þetta væri fleiri heldur en það tvær, þá kæmi fyrst komma. Ef þetta væri 3 til dæmis, þá kæmi Guðrún Friðgeirsdóttir, komma, Margrét Jónsdóttir og einhver sem með nafn sem byrjar hérna, með staf sem byrjar seinni stafrónu heldur en Margrét. Ég geri líka nafnið eins og áður og það árið og það árið sem að mitt eintak kom út sem ég verð að setja hér vegna þess að ég á ekki að setja inn eins og þessi tiltekna bók kom út fyrst árið 2005 held ég frekar eða 90 eitthvað, 98 kannski. Skiptir ekki máli, mitt eintak gefið út 2017 þannig ég verð að nota það ár. Hún gefin út í Reykjavík, hún gefin út á Mál og menningu og aftur geri ég OK. Næst ætla ég að setja bók eftir erlendan höfund og það Mark Forster sem ég með. Ég set hann núna sem höfund, ekki sem corporate author, því ég vil fá hann eftirnafni. Ég þarf að setja titilinn, Do It Tomorrow, árið sem hún kom út, borgina sem hún var gefin út í og hverjir útgáfu fyrirtækið. Og aftur þá geri ég OK. Næst
ætla ég að setja inn grein af vefsíðu. Og þetta er greinin sem Jóhanna.is notar í verkefni þegar hún er að setja inn greinarnar. Nei, heimildirnar segja, fyrirgefið. Hér er það sem sagt vefsíða sem ég þarf að ná í hérna úr listanum. Ég þarf að segja hver er höfundur. Af því að ég veit hver höfundurinn er. Ef það væri, ég vissi það ekki, að þá myndi ég sleppa þessu hér og sleppa hakinu hérna. En ég sem sagt veit að þetta er eftir Nönnu Árnadóttur. Nafnið á vefsíðunni eða greininni er breytt hugafar og nýr lífstíl. Síðan er vísir.is. Þetta kom út 2015 í janúar 10. og hér kemur tengillinn. Og það er mikilvægt að þið munið að setja ekki stóran staf þegar þið setjið þetta inn. Vegna þess að ef þið gerir það, þá þurfið þið að fara yfir listan þegar hún býr til heimildalistan, vegna þess að við notum ekki stóra stafi í mánaðarheitum. Þannig að það þarf að laga það ef þeir koma stórir. Þannig að það borgar sig að setja bara með litlum staf hérinn og þá koma þeir út með litlum stöfum í heimildalistanum. Ég sýni ykkur það bara núna eftir hvernig það kemur út. Við skulum bara breyta þessu hér í stóra staf, þannig að þið sjáið hvernig þetta lítur út. Hér er ég með aðra vefsíðu og hér er ég með vefsíðu eða upplýsingar sem ég er að taka af Vísindavefnum og það er ekki gefið upp hver skrifaði þessa grein. Þannig að ég get ekki notað höfund, hvorki hér í author eða corporate author, því ég hef ekki hugmynd um það, því þetta er einhver ritstjórn hjá Vísindavef sem hefur sett þetta inn. En það er ekki alltaf, þannig að þið verðið alltaf að tékka á því hvort það er skrifað undir nafni. Hér er það ekki gert, þannig ég set nafnið á viðkomandi síðu, eða greininni, sem heitir þá hvað hefur vísindamaðurinn Kristín Bjarnadóttir rannsakað. Þetta er á Vísindavefnum, kom út 2018, október 15. og hér er slóðin. Ég ætla að setja hér inn aðra grein og þessi grein er heldur ekki með höfundi, þannig að ég sleppi höfundi og ég sleppi corporate author. Ég þarf að setja nafnið á greininni sem er læsistefna Reykjanesbæjar. Hver á síðuna, það er reykjanesbæjar.is og síðan kemur það sem er mikilvægt. Það er ekki neinn dagsetning, þannig hér set ég ED eða ekki dagsett. Tengillinn er hér eins og áður og ég set OK á það. Nú ætla ég að setja upp heimildaskrána. Ég er búin að skrifa ritgerðina, ég er búin að vitna alls staðar rétt í og nú ætla ég að setja heimildaskrána. Ég fer þá áfram stöddin í references og nú fer ég inn í biblíógrafi eða heimildirnar. Opna það og hér sýna þér hérna ýmsar leiðir. Ég ætla að fara beint hér í það sem heitir Insert Bibliography. Smelli einu sinni á það, þá setur hún hér upp þær heimildir sem ég var búin að setja inn. Og þið sjáu hérna til dæmis með læsistefnu Reykjanesbæjar, það stendur ED eða ekki dagsett, sótt frá Reykjanesbæjar. Hér er það sem við settum inn með stóru staf, 10. janúar. Þetta myndi ég þurfa að laga, vegna þess að við notum ekki stóra stafi á íslensku. Þannig ég þurfti að laga þetta hérna yfir í 10. janúar. Bókin hér kemur úr 2016. Ég þarf að setja dagsetninguna hér af því þetta hér er vefsíða en ekki bók. Í bókum, sjáu þið, þá kemur mánuðurinn ekki með því það er bara árið. Og þetta kemur, höfundarnir 2 kom inn nákvæmlega eins og ég setti þá inn. Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2017. Hér er ég búin að skrifa texta sem ég þarf að vísa til heimilda. Þannig ég er þá stödd hérna, annarkvort bý ég þá til núna nýjan fyrir ný references, bý mér til nýtt insert citation, annarkvort ætla ég að gera það, setja heimildina bara alveg strax upp, eða að ég ætla að nota bara new placeholder sem myndi þá bara vera heimasíða 1 og ég er einhvers stað með tengilinn þannig ég geti fundið hvað þetta hér er og bara OK við það og þá veit ég það að þetta á ég eftir að laga. Síðan er ég hérna með heimildir sem ég er nú þegar búin að setja inn, þannig að hér get ég farið í listan minn, Insert Citation, og ég á hérna Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, þannig ég get sett þær inn hérna. Nú ætla ég aftur að nota Guðrúnu Friðgeirsdóttir og Margréti. Þannig ég ætla að nota sömu, þetta er sama heimildin. Og þá setur hún þetta nákvæmlega eins upp.
Reglurnar eru hins vegar þær að þegar ég er að setja þær upp núna, ég er að vitna til þeirra aftur, þá má ég strika út föðurnafnið á Guðrúnu ef hún vill leyfa mér að gera eitthvað með þetta hérna. Ég verð ekki bara að breyta þessi texta. Þá get ég tekið þetta hér út, Guðrún og Margrét 2007. Ég fer í textan hérna og þá sé ég Guðrún og Margrét, það eru Guðrún Friðgeirs, Margrét Jónsdóttir hérna 2017. Ef ég væri með fleiri heimildir sem ég þyrfti að vitna hérna í, segjum að ég tek bara hérna hluta af þessum texta aftur og við skulum bara setja hann hérna, að ég er með einhverja fleiri sem ég þarf að setja inn, ég ætla að ná í hérna úr hérna, ég þarf að laga þessa hér. Ég ætla líka að nota hana Nönnu, þá kemur Nanna Árnadóttir 2015. Ég ætla núna að nota heimild sem ekki er undir nafni, sem væri þá hérna læsistefna Reykjanesbæjar. Það er svo sem ég ætla að nota núna, þannig það er insert citation og hvar kemur hún? Þá kemur hún svona. Læsistefna Reykjanesbæjar, ekki dagsett. Ég sé síðan í heimildaskránni, hérna, sótt af Reykjanesbær og hér er tengillinn. Aldrei að setja tengla inn í texta. Það er bara aldrei gert. Þannig að þið eigið að vera komið núna með hvernig þið setjið upp og haldið utanum heimildirnar eitthvað. Ef ég væri nú að setja upp núna nýtt skjal og ég er hérna með einhvern texta sem ég þarf svo að vitna í, þá byrja ég á því að fara núna inn í heimildirnar mínar og ég þarf að fara inn í insert citation og þá sé ég að það er bara ekkert þar. Það er, ég get annarkvort sett inn nýtt eða gert nýtt placeholder þar sem ég ætla að laga þá seinna. En ég gæti farið í manage sources, fundið þessa hérna, vísindamaðurinn Kristín Bjarnadóttir, hérna, gert copy á það og close, farið aftur hérna í citation, þá er hún komin hingað. Þannig að hér er hún komin inn rétt. Þannig að þetta kemur til með ætti að geta auðveldað að halda utanum heimildir og tilvitnanagerð.